Formaður Neytendasamtakanna segir þá forsvarsmenn matvælafyrirtækja sem hafa notað iðnaðarsalt í matvinnslu hafa sýnt neytendum sínum mikla óvirðingu. Nú liggur fyrir hvaða fyrirtæki keyptu saltið í fyrra. Stærstu matvinnslufyrirtæki landsins keyptu iðnaðarsalt af Ölgerðinni í fyrra samkvæmt listum sem Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hefur birt. Ljóst þykir að mörg þeirra hafi notað saltið til matvinnslu og að lengi hafi tíðkast að nota iðnaðarsalt til matvinnslu hér á landi. Á listunum má finna Sláturfélag Suðurlands, Mjólkursamsöluna, Kjarnafæði, Síld og fisk, Norðanfisk, Matfugl og fleiri. Á listunum eru einnig fjölmargir veitingastaðir og bakari. Á öðrum listanum eru yfir 100 fyrirtæki. Listana má nálgast inn á rúv.is. Sá aðili sem brýtur lög, það sá sem notar iðnaðarsalt í matvæli. Í 8. grein laga matvæli segir: óheimilt að markaðssetja matvæli sem ekki eru örugg, þar að segja heilsuspillandi eða óhæf til neyslu. Stjórnandi matvælafyrirtækis ber ábyrgð á að uppfylltar séu kröfur laga. Brot gegn ákvæðum þessara laga varðar sektum, hvort sem þau eru framin af ásetningi eða stórfelldu gáleysi. Sé stórfelld eða ítrekuð ásetningsbrot að ræða, skulu þau að auki varða fangelsi allt að 4 árum. Og þó ekkert bendi til þess að saltið hafi skaðað heilsu manna, það metið óhæft til neyslu. Forstjóri Ölgerðarinnar segist ekki hafa vitað að ekki mætti nota iðnaðarsalt til matvinnslu. Ekki hægt að fullyrða hvort forsvarsmenn matvælafyrirtækjanna hafi sömu sögu að segja, en Jóhannes dregur það í efa þar sem umbúðir saltsins gefi skýrt til kynna hvað þær innihaldi. Þannig að það liggur alveg ljóst fyrir að þessir aðilar vissu hvaða vöru þeir voru með í höndunum og það mikil óvirðing gagnvart neytendum af hálfu þessara aðila, vitandi vits að nota iðnaðarsalt í matvæli. Það forkastanlegt.